Þá tekur næsti máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis hefur nú verið lögð fram á Alþingi Íslendinga og skýrslan leggur okkur þingmönnum ríkar skyldur á herðar. Það varðar miklu að íslenskir stjórnmálamenn rísi undir þeirri ábyrgð sem þjóðin gerir kröfu að umræður niðurstöðu skýrslunnar fari ekki fram í hinum hefðbundnu skotgröfum stjórnmálanna, heldur að þingmenn séu reiðubúnir til þess að vinna saman með málefnalegum hætti að því mikilvæga verkefni sem framundan er. Að draga sameiginlegan lærdóm af efni skýrslunnar eftir því sem kostur er, nýta niðurstöðurnar á uppbyggilegan hátt með það að markmiði að endurreisa það samfélag sem við búum í og til þess að tryggja að slíkir atburðir endurtaki sig ekki. Ég lýsi mig reiðubúinn fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins til þess að eiga slíkt samstarf við aðra flokka hér á þinginu, vinna að þeirri endurreisn sem nauðsynleg er og til þess að ráðast í þær úrbætur sem nauðsynlegar eru. Mín von er sú að fulltrúar annarra stjórnmálaflokka hér á Alþingi séu einnig reiðubúnir til þessa verks og til þess að axla þessa ábyrgð. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka rannsóknarnefnd Alþingis fyrir sína miklu vinnu. Rannsókn af þessu tagi og umfangi er fordæmislaus í þingsögunni og ég hygg og jafnvel þótt við leituðum víðar en í þingsögu okkar Íslendinga að þá séum við hér með á margan hátt fordæmislausa vinnu í höndunum. Í greinargerð með frumvarpi til laganna var vikið að því að þrátt fyrir að ljóst væri að afleiðingar hrunsins væru mjög alvarlegar, bæði fyrir almenning og fyrirtæki, þá ættu þær eftir að koma nánar í ljós á næstu misserum. Og í millitíðinni hefur auðvitað ýmislegt skýrst og það er óhætt að segja að í engu var dregin upp of dökk mynd af áhrifum hrunsins þegar rannsóknin var ákveðin. Það bera viðfangsefni þingsins undanfarið rúmt ár gott vitni, þau fjölmörgu erfiðu úrlausnarefni sem hér hafa ratað til okkar og verið til umfjöllunar. Í greinargerð með frumvarpi til laganna var einnig nefnt hve mikilvægt það væri að greina að hve miklu leyti vandinn sem hér hefði skapast væri heimatilbúinn. Þessa var sérstaklega getið í greinargerð með frumvarpinu. Á þessum tímapunkti er að sjálfsögðu ómögulegt að úttala sig efni skýrslunnar, til þess er umfangið of mikið. En öllum má vera ljóst eftir kynningu nefndarinnar á megin niðurstöðum skýrslunnar að orsakana fyrir hruni bankanna er fyrst og fremst að leita á Íslandi. Skýringarnar liggja í allt of örum vexti bankanna sem byggði meðal annars á gegndarlausri áhættusækni stjórnenda þeirra og að öðru leyti að því er virðist að stórum hluta til einfaldlega á sandi. Þessi öri vöxtur leiddi til þess að stærð bankanna var óviðráðanleg fyrir stjórnkerfið þegar hinar erfiðu aðstæður sköpuðust á haustmánuðum árið 2008. Af þessu virðist mega slá því föstu að framtíð bankanna hafi fyrir löngu síðan verið skrifuð í skýin. Jafnvel þótt hin alþjóðlega fjármálakrísa hefði ekki komið til, að þá hafi verið ljóst að bankarnir myndu rata í ógöngur. Og af kynningu á efni skýrslunnar má jafnvel ráða að þetta hafi ekki eingöngu verið ljóst snemma á árinu 2008 heldur jafnvel löngu fyrr. Mér, líkt og öllum þeim landsmönnum sem hlýddu á niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar á blaðamannafundi hennar í morgun, misbauð sú lýsing sem þar var borin á borð varðandi framferði og framgöngu eigenda og stjórnenda stóru viðskiptabankana. Það verður ekki framhjá því litið að í skýrslunni koma fram sterkar vísbendingar að eigendur þeirra hafi misnotað aðstöðu sína gróflega í eigin þágu og að sú framganga hafi fyrst og fremst leitt til þess
að íslenska bankakerfið á endanum hrundi til grunna, með öllum þeim alvarlegu afleiðingum fyrir íslenska efnahagslífið sem við höfum fengið að kynnast síðan. Ég hef áður sagt að frelsi og ábyrgð eru tvær hliðar á sama peningnum og hvorugt getur staðist án hins. Svo virðist sem stjórnendum bankanna hafi umgengist það frelsi sem þeim var treyst fyrir án ábyrgðar og að í raun á ábyrgð annarra, á ábyrgð íslensks almennings. Slíka framgöngu þarf að uppræta og hún verður að heyra sögunni til. Íslenska þjóðin gerir kröfu að þeir aðilar sem í aðdraganda bankahrunsins fóru á svig við lög og reglur verði látnir sæta ábyrgð fyrir dómstólum og ég verð að segja að það eru mér ákveðin vonbrigði að framgangan í réttarvörslukerfinu sé ekki hraðari en raun ber vitni. Við hér á þinginu, við höfum gert það sem í okkar valdi stendur til þess bæði að koma á fót sérstökum rannsóknarembættum og tryggja þeim fjármuni, en vonbrigði mín byggja á því að við erum ekki enn farin að sjá ákærur og lok einstakra rannsóknarmálum, þrátt fyrir að rúmlega 1,5 ár sé nú liðið frá hruni bankakerfisins. Ég veit að við þurfum að hafa raunhæfar væntingar í þessu efni en mér finnst þessi krafa ekki ósanngjörn. Virðulegi forseti, niðurstöður rannsóknarnefndarinnar benda því miður til þess að stjórnkerfi landsins hafi verið vanbúið til þess að veita bönkunum nauðsynlegt taumhald og eftirlit. Það leikur enginn vafi á því að hér á þinginu verða skiptar skoðanir á einstökum niðurstöðum nefndarinnar varðandi framgöngu stjórnmála og embættismanna, verk þeirra og gjörðir. Öllum má þó ljóst vera að nauðsynlegt að endurskoða ýmis vinnubrögð í stjórnkerfinu, skýra ábyrgðarsvið og auka reglufestu. Alþingi Íslendinga býður því gríðarlega mikið og ábyrgðarfullt verkefni sem felst í því að styrkja lagaumgjörð fjármálakerfisins og innviði stjórnsýslunnar og eftirlitsstofnana. Virðulegi forseti, það býður okkar næstu vikur og mánuði að fara nánar yfir niðurstöður rannsóknarnefndarinnar og gera tillögur nauðsynleg viðbrögð. Í því tilliti skiptir miklu að góð sátt hefur tekist að fela sérstakri þingnefnd það verkefni en í henni eiga sæti fulltrúar allra þingflokka. Í þeirri vinnu verður ekki undan því vikist að ræða stöðu og hlutverk Alþingis. Það hlutverk Alþingis að veita framkvæmdarvaldinu aðhald. Það jafnframt hlutverk Alþingis að setja lög og reglur. Alþingi löggjafarvaldið. Þegar við sjáum það gerast eins og kynnt var á fundi rannsóknarnefndarinnar í morgun að einstök fyrirtækja samsteypa með áhættu sem nemur það bil hálfu eigið fé alls bankakerfisins, þá hefur eitthvað farið úrskeiðis. Það kann að vera að eftirlitinu hafi verið ábótavant, en það kann líka vera að lögunum hafi verið ábótavant. En það Alþingi sem ber ábyrgð á hvoru tveggja, á því að setja lögin og að veita framkvæmdarvaldinu nægjanlegt aðhald og hafa með því fullnægjandi eftirlit. Hafi framkvæmdarvaldið brugðist og lagareglum verið ábótavant, hlýtur það að verða okkur sem hér situm ríkt tilefni til að styrkja þingið í eftirlitshlutverki sínu og leggja grunn að vandaðri löggjafarstarfsemi til framtíðar. Virðulegi forseti, ég fagna því að skýrsla rannsóknarnefndar komin fram. Ég tek undir með forsætisráðherra að skýrslan til vitnis að við látum ekki reka á reiðanum á Íslandi. Við tökum á málunum, setjum þau í traustan farveg. Við ætlum okkur hér á þinginu að draga lærdóm af því sem gerst hefur og byggja hér upp á nýjum forsendum betra samfélag, hefja sókn til vaxandi lífskjara fyrir íslenskan almenning. Ég óska eftir góðu samstarfi allra flokka þannig að umfjöllun skýrsluna verði með þeim hætti sem íslenska þjóðin gerir kröfu til, að við drögum lærdóm af reynslunni til þess að fyrirbyggja að sagan endurtaki sig.